Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 17. júlí, er 5. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er kallið sem bjargar, send mig. Lexían segir frá köllun Jeremía og að Guð hafi valið hann sem spámann sinn á meðan hann var enn í móðurkviði. Pistillinn kallar okkur til hins lifandi steins, hyrningarsteinsins sem smiðirnir höfnuðu, en ég fór aðeins inn á það efni á páskadag og það er á YouTube. Og í Guðspjallinu er frásögn af því þegar að Jesús valdi 3 af lærisveinum sínum. Eins og alltaf hvet ég ykkur til að lesa þessa texta í heild sinni, en við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjallið er úr Lúkasi og hljóðar þannig. Nú bar svo til að Jesús stóð við Genesaret vatn og mannfjöldinn þrengdi að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið en fiskimennirnir voru farnir í land og þvoðu net sín. Þegar hann fór út í þann bát er Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi. Settist og tók að kenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon, legg þú út á djúpið og leggið net ykkar til fiskjar. Símon svaraði, meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið. En fyrst þú segir það skal ég leggja netin. Nú gerðu þeir svo og fengu þeir svo mikinn fjölda fiska að net þeirra tóku að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru sokknir. Þegar Símon Pétur sá þetta féll hann á kné frammi fyrir Jesú og sagði, far þú frá mér drottinn því að ég er syndugur maður. En flemtur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskaflans þeir höfðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes Sebedeus syni, félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon, óttast þú ekki, héðan í frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þema dagsins er kallið sem bjargar. Sem betur fer hafa það flestir svo gott að þeim finnst þeir ekki þurfa á björgun að halda. En kallið sem bjargar er ekki fyrir þetta líf. Kallið sem bjargar er fyrir eilífalífið. Og við erum öll kölluð til Guðs ríkis, en það er okkar persónlega ábyrgð að svara kallinu. Í dæmisögum Jesú hið týnda fengum við að heyra hvílíkur fögnuður er á himni fyrir hvern þann sem finnur trúna á Guð. Ef við týnum einhverju og höfum ekki vonum að það finnist, teljum við það vera glatað. Jesús sagði sjálfur að hann væri sendur til þess að leita að hinu týnda og frelsa það. Því að Guð vill ekki að neinn glatist. Hann kom til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, bandingjum lausn og gefa blindum sýn. Sá sem á ekki trúna í hjartanu er fátækur í anda og blindur á boðskapin ríki Guðs. Sá sem svarar ekki kallinu er týndur. Jesús kom ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir alla. Já, fyrir alla, því að mannkynið er hinn týnda hjörð. Lausnargjaldið er Guðs gjöf sem við þurfum að þiggja. Í versi dagsins segir einmitt, af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Það er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. En Guðspjallið í dag kennir okkur að við getum gert meira heldur en að þiggja þessa gjöf frá Guði. Við getum leyft Guði
að vinna í gegnum okkur. Eins og Símon lánaði Jesú bátinn sinn, getum við einnig gefið Guði tíma og rúm til að breiða út boðskapinn. En fyrst og fremst þurfum við að svara kallinu sem bjargar okkur. Í trúmálum gildir sama lögmál og með súrefnisgrímuna í flugvélinni. Við þurfum fyrst að bjarga okkur áður en við getum aðstoðað aðra. Það er ekki bara dæmisögur Jesú sem innihalda myndmál eða samlíkingar sem við getum nýtt okkur dagsdaglega. Heldur getum við séð þær í öllum frásögnum Biblíunnar. Í Guðspjallinu er Jesús staddur við Genesaret vatn. Hann hefur hitt Símon áður, það var þegar hann læknaði tengdamóður hans af sótthita. En Jesús var ekki búinn að velja hann sem lærisvein. Mannfjöldin var farin að fylgja Jesú eftir til að heyra Guðs orð og þarna við vatnið þrengdi fólki svo að honum að Jesús fór út í bát Símonar. Þessi Símon er sá hinn sami og Jesús gaf síðan nafni Pétur og sagði þá við hann: Þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Þegar Jesús var komin út í bátinn var ýtt frá landi og þarna út á vatninu verður fátæklegur fiskibátur að ræðupúlti sem drottinn alheimsins talar út frá. Hvar sem Jesús fór notaði þá aðstöðu sem var fyrir hendi. Ekkert var honum ósamboðið og engin staður svo óverðugur að hann gæti ekki miðlað fagnaðarerindinu til fólksins. Og í orði sínu kallar hann alla til sín. Hann sagði: Mér ber að flytja fagnaðarerindið Guðs ríki því að til þess er ég sendur. Aðstæðan skipti hann ekki máli. Jesús notaði bátinn til að kenna fólkinu Guðs ríki og á eftir segir hann Símoni hvar þeir félagar eigi að leggja netin, en þeir höfðu ekki fengið bein nóttina eins og sjómenn orða það stundum. Símon Pétur var reyndur fiskimaður og þrátt fyrir þreytu segir hann: Fyrst þú segir það, eða fyrir þín orð skal ég leggja netin. Og þeir lögðu út, fullir trausts, frá örygginu við ströndina, út á djúpið eða út fyrir þægindaramman eins og við segjum í dag. Og þeir fylltu netin. Aftur getum við séð samlíkingu, að við getum þurft að brjóta upp hið vanabundna mynstur sem við höfum byggt upp í kringum okkur til þess að hljóta blessun. Og einnig að ef við tökum leiðbeiningum þá farnast okkur vel. Aflinn var svo mikill að netin byrja að rifna og báturinn að sökkva. Blessun Guðs yfirflæddi, eins og segir í Sálmi 23. Bikar minn er barmafullur. Og í Sálmi 37 segir: Treyst drottni og ger gott. Þá muntu óhultu búa í landinu, njót gleði í drottni og þá veitir hann þér þar sem hjarta þitt þráir. Fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Það er huggun og hughreyting sem felst í því að leggja allt í drottins hendur og upplifa að blessanir hans umvefja okkur. Hann mun vel fyrir sjá. Hinn mikli afli opnaði augu fiskimannanna fyrir dýrð Jesú, sem segir Símoni að héðan í frá muni hann menn veiða. Þarna valdi Jesús Símon sem klettinn fyrir kirkjuna og Jakob og Jóhannes sem lærisveina sína og þeir svöruðu allir kallinu. Eða eins og textinn segir: Þeir lögðu bátunum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Þema þessa sunnudags er kallið sem bjargar, send mig.
Í Gamla testamentinu eru nokkrar frásagnir af því þegar Guð kallaði menn til starfa. Þegar Samúel var kallaður, svaraði hann einfaldlega: Hér er ég, tala þú drottinn því þjónn þinn heyrir. Samúel var til þjónustu reiðubúinn. Lexía dagsins segir frá köllun Jeremíu spámanns. Þar er sagt að Guð valdi hann áður en hann fæddist. En Jeremíu hafði áhyggjur af því að valda ekki hlutverkinu. Svo Guð sagði við hann: Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvað eina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá, því að ég er með þér til að bjarga þér, segir drottinn. Síðan rétti drottinn út hönd sína, snerti munn Jeremíu og sagði við hann: Hér með legg ég orð mín þér í munn. Ég veiti þér vald yfir þjóðum og ríkjum til að uppræta og rífa niður, til að eyða og umturna, til að byggja upp og gróðursetja. Við sjáum á þessum texta að vald spámannsins var mikið, en hlutverk allra spámanna var að fá fólk til að snúa sér aftur til Guðs, því að maðurinn er gjarn á að gleyma Guði þegar vel gengur. Spámenn Guðs voru sendiboðar sem fengu misjafnar móttökur. Orðið engill merkir líka sendiboði, sá sem er sendur af Guði. Sendiboði er staðgengill þess sem sendir hann og á að fá sömu virðingu og sá sem sendi hann hefði fengið ef hann hefði mætt sjálfur. Jesús sagði að hann væri sendur af Guði til týndra sauða af Ísraels ætt. Hann var sendur til að kalla saman hjörð Guðs og bjarga hinu týnda. Og enn í dag er fagnaðarerindi boðað til að hver sem trúir á Jesú glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Fagnaðarerindið er kallið sem bjargar. Jesús er hinn dýrmæti hyrningarsteinn, hornsteinn trúarinnar. Við segjum ofta að sé óþarfi að við séum öll að finna upp hjólið, en í trúmálum er nauðsynlegt að allir finni upp hjólið. Hver og einn þarf að svara kalli Guðs. En til þess að kallið nái eyrum okkar þarf einhver að boða orð Guðs. Eða eins og Guð sagði við Jeremíu, það þarf að gróðursetja. Og það er hlutverk þess sem er sendur, að gróðursetja trúarfræið í hjörtum fólks. Jesús sendi lærisveinana út 2 og 2 til að boða Guðs ríki væri í nánd. Og trúboðið heldur áfram því enn er Guðs ríki í nánd. Það er oft talað preststarfið sem köllun og presturinn kallaður sálna hirðir. Því að frá því að Jesús gekk hér á jörðu er hlutverk okkar það sama og lærisveinana forðum. Að boða, uppörva og fræða svo fleiri svari kallinu. Við eigum að breiða út boðskapinn svo áheyrendur geti leyft honum að nærast og blómstra í hjarta sér og vera handbók þeirra í lífinu. Eins og Páll sagði í bréfinu til Filippímanna, við þurfum að keppa að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Já, þema dagsins er kallið sem bjargar og svarið sem Guð vill heyra er: Hér er ég, send mig. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.